Það sem við ætlum að gera í þessu verkefni að prófa hérna tímaliðan, hvernig hann virkar. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þið tengja hann til að koma honum í gang og sýna ykkur aðeins með stillingarnar á honum. Ég búinn að tengja hérna pluss og mínus. Ég búinn að tengja inn á rauða og bláa hérna. Ég líka búinn að setja vír hérna í nummer 15 beint inn á plussin. Útskýri það nánar á eftir hvers vegna. Hér erum við 2 díóður og þið sjáu að þær eru tengdar hérna í 16 og 18. Rauði endinn, guli endinn í bláa. Og nú skulum við sjá hvað gerist þegar ég set rafmagn á þetta. Það komið rafmagn á spennugjafan, það komið rafmagn á þennan en hann fer ekkert á stað, hann ekki að gera neitt. Það vegna þess að hann ekki búinn að fá boð að gera eitthvað. Það þarf að koma rafmagninn á Y1 eða svartavírinn til þess að hann fari í gang. Ég ætla bara að setja hérna svona gaffal hérna á milli úr pluss yfir í svarta. Þá fer hann greinilega strax í gang og svo byrjar hann að skipta á milli á 4 sekúndna fresti. Hann stiltur hérna á 1 sekúndu og síðan 4, þannig að 1001, 1002, 1003, 1004 passar. Þið tengið þetta sem sagt svona og síðan eru nokkrar stillingar sem að þið þurfa aðeins að fikta í. Þið getið séð hérna. Það er að breyta tímanum og ég get alveg farið niður í hérna. Ég get líka stilt hann upp á það að vera töluvert lengur og alveg upp í 10 klukkustundir sinnum 10. Þetta voru 100 klukkustundir á milli. Nú, það eru aðalega 4 stillingar sem að mig langar að sjá okkur prófa og finna. Ein þeirra þessi sem við erum með hérna núna, hún R. Og það hér. Það greinlegt að þá sett rafmagn á og hann byrjar að taka tíman og kveiktur þá fyrst. Síðan slökkir hann. RB-stillingin öfug. Tekur bara tíman og kveikir svo. Síðan það þessi OP-stilling sem er algeng stilling á tímaliðum og við notum mikið reyndar. Það set inn. Þá byrjar tímaliðin að telja þegar maður setur rafmagn á hann og síðan hreyfir hann snertuna eftir þann tíma sem við völdum. Og hvað öfugt við það? Jú, það IN greinilega. Það svo kallað seinni út tímaliði. Hann byrjar að telja þegar maður tekur rafmagnið af. Til þess að tímaliðin geti haldið áfram að hugsa þá þarf að vera ennþá rafmagn á honum. Það sem við gerum við tökum rafmagnið af svartavírnum. Stillum hann náttúrulega rétt og þann tíma sem við ætlum að hafa. Aftengjum svo svartavírinn og þá byrjar hann að telja niður. Sem sagt, tengiði tímaliðan eitthvað svona og prófiði þessar stillingar allar, fikta í tímanum og fikta í funksjónunum. Passið ykkur bara að nota rétt verkfæri og þessi stilliskrúfur eru viðkvæmar hérna.